Verið hjartanlega velkomin í sjókasti eftir ansi langt sumarfrí. Hingað til mín komin góður gestur, sjómaður, bæjarstjóri, kennari, skólastjóri, Valdimar Víðursson. Velkomin. Já, þakka fyrir það. Gaman að vera komin. Fyrst af öllu langar mér svolítið að kynnast þér, Valdimar. Hvernig, þurfum að skyggnast aðeins inn í það, sko, hvernig æxlast það að þú ólst upp fyrir vestan, eða fættist allan fyrir vestan. Og enda sem bæjarstjóri í Hafnarfirði, en það gerist nú örugglega ansi margt hana í millitíðinni. Já, mjög mikið og margar svona tilviljanir og uppeyjur og símtöl sem hafa breytt bara lífinum, tekið algjöru uppeyju, þannig að það er mjög margt sem við gerst þarna á milli. En jú, ég fæddur á Ísafirði árið 1978 og er alinn upp í Bolungarvík og það er vestfiskt blóð alveg langt aftur í ættir. Í báðaleggi. Já, í báðaleggi. Þannig að faðir minn Bolvíkingur og móðir minn Ísfirðingur og það var nú þannig á þessum tíma þegar ég alast upp að þá var svona mikill rígur á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur og þá var ekkert eitthvað sem héti Vestri í fótboltanum, þá var þetta UMFB, Ungmennafélag Bolungarvíkur og BAI, Boltafélag Ísafjarðar. Þetta var mjög svona harkalegt oft svona og það var talað það eins og mamma og pappa að kynnast að þá fóru Ísfirðingar og Bolvíkingar á ball í Hnífsdal og það var aðalega til að drekka og slást. En þar kynnist sem sagt mamma og pappi og það verður úr að pappi verður ofan á að því leitunum til að mamma ákveður að flytja með hann til Bolungarvíkur. Þetta er svona næstu eins og þú ert sko ástandsbarn. Já, það mætti. Já, svona þetta var svona mikill rígur en bara í svona meiri í svona banderi sem maður segja slæmri íslensku. Þetta var bara svona gaman að þessu. Það var svona ákveður rígur þarna milli. Og þannig að ég er alinn þar upp á samt 4 systkinin og erum alinn upp í Bolungarvík og það er þessi bara nálægð við fjöllin og hafið og sjóin og þetta allt sem hefur bara mótað mann og gert mann að því manni sem maður er í dag. Ég bara þakka fyrir það að fengið alast upp í svona sveitafélagi og bæjarfélagi eins og Bolungarvík. Það er bara forréttindi. Varstu var mikil fyrirferð í þér sem krakki eða varstu bara svona rólindi strengur? Það var mikil fyrirferð, svona út allt og það var þannig að vorum yngri frjálsræðið, þetta er svolítið öðruvís í dag sem að mörguleiti orðið eiginlega öfgarnar í hinn áttina en við getum svo sem rætt það kannski ef tími gefst til en það var mikið frjálsræði menn við vorum út allt, það voru upp í fjöllum og voru mikið nýra á höfn mikið að fylgjast með í skipinu og koma inn og það var verið að fara ná að veiða og það var verið að sníklast bara á bryggjunni og þetta í sjóin og bara allt sem því fylgir. Þannig að sjórin stendur manni mjög nærri og hefur alltaf gert. Enda sjómennsku blóðið sko er mjög ríkt. Þetta er í raun og veru í báðum áttum og báðum ættum þá sérstaklega föðurættinni. Það sem að pabbi var skipstjóri á stærsta togaranum í plásunni þegar alast upp sem að var Dagrún Íes og faðir minn Víður Jónsson og var skipstjóri og sjómaður í 50 ár. Afi var skipstjóri á hinum togaranum í plásunu sem var Heiðrún og hann hét Jón Egger Sigurgeirsson og mikill karakter og bróðir pappa er skipstjóri sem er núna skipstjóri af Vilhelm Þorsteinsinni og mágur pappa er skipstjóri af Vilhelm Þorsteinsinni og Guðmundur og Birkir þannig að þetta og Flosi bróðarna mömmu er skipstjóri þetta er svo mikill sjór í ættinni. En hvernig var það þegar faðirinn var á sjó þegar þú varst að alast upp Er það fjölskyldan þín sem að er þetta frá þeim tíma fyrir tíð kvótakerfisins þar sem að fjölskyldan þín átti hún eitthvað í þessum togurum eða voru þeir bara? Nei, það var ekki, pabbi var sérst bara ráðinn og í raun og veru ég að alast upp á sama tíma og í raun og veru tímabil verbúðarinnar á RÚV sjónvarpsþættirnir. Þetta er eina bara tíminn þar sem ég að alast upp fyrir vestan. Þannig að við flytjum í raun og veru frá Bolungarvík bara á svipum tíma og verbúðin endar þar sem að skipið snýr við og fer norður í land. Þannig að við erum að gangi gegnum það fyrir vestan þegar þetta fer með fyrirtækið Einar Guðfinnsson, EG, mjög öflugt og fyrirtæki sem að var í verslun og sjómennsku og fiskvinnslu í Bolungarvík og fleira. Þegar það fer svo á hausinn að þá náttúrulega hrínur nánast allt í Bolungarvík. Já, það voru tækifærin farin svolítið fyrir fjölskylduna og bara afkoman. Já, það var það bara eiginlega farið. Það var reynt, það var stofnað félag
togaran eins og Dagrúnu sem að minnir hafi heitið Ósvör á þeim tíma, það var svona reynt að halda ykkur út en það bara gekk ekki. Þannig að við erum að lifa bara sem sagt alast upp akkurat á þessum tíma, rærast í þessu öllu saman og sem sagt þegar að þetta fer yfir að þá stöndum við uppi eða fjölskyldan hvað næst en pabbi fengsæll og þekktur skipstjóri þannig að það var alveg hringt í hann og boðið störf og úrvarða við flytjum á Ólafsfjörð svo 94 þar sem hann tekur við stýrimannaplási og svo skipstjóraplási þar 94, þá ert þú hvað 15 ára? Já, 15 ára, já. Og hvernig varstu búin að fara á sjóin sjálfur þá með pappaðinum? Já, ég fór á sjóin. Ég fór á sjó með afa líka því ég var bara, þú veist, svona farþegi, gutti bara, maður ungur og maður hugsaði það í dag, sko, maður fer á sjóin hann með afa sínum, 8, 9, 10 ára og svo maður bara einhvern veginn hlaupandi skipið. Skipið og meðan allir að vinna mátulega tryggt umhverfi já, bara, það bara hugsaður það voru nokkri krakkarnir hana, og voru bara einhvern veginn að leika okkur bara allt skip og enginn að pæla einhvern veginn í okkur þegar maður hugsaður það í dag en þetta var bara þá, það voru krakkar að fara alveg svona farþegatúra eða semst en gestir og kynnast þessu og það var svolítið gaman að því að afi var svona ákveðin og svona harður svona skipstjóri var svona gamla skólanum og ég var upp í brú og það var eitthvað bras og hann var að hífa og hérna ég skildi ekki alltaf að því ég stóð þarna hjá og hann hljóp alltaf út í hörðu og kallaði eitthvað, var eitthvað að kalla og tala, ég vissi ekki hvað hann var, svo fór ég út og hlustaði og þá komur svo mikil blótsýr, þá vildi hann ekki blóta fyrir framan mig, barnabarni, þannig að hann fór bara út og blótaði og öskraði þar út í vindin. Já, hann var ekki að æpa kallana, hann var bara... Nei, bara að því hann vildi gera það sennilega en ekki fyrir framan mig, sko. Já, hann vildi, en ég fór að vita hvað hann var að gera, þannig ég heyrði það hann var að blóta. En svo fór ég sjálfur á sjó 15 ára fyrst, sko, á Dagrúnu. Já, þá sem fullgildur háseti. Og maður viss alveg, og eftir á þá ég náttúrulega bara var unglingur, maður ekki að pæla mikið en það var þetta umdeilt Já, að þú væri svona ungur og kannski ekki með sama vinnuframlag og hinnir en upp á sama hlut og það biðröð að komast á togaran sko þannig að, en ég var ekkert mikið að hugsa það 15 ára, maður fréttaði eftir á en maður fann það alveg, það var gerð þannig krafa á mann og ég var bara þannig gerður og við erum bara þannig gerði einhvern veginn sískinin og þessari fjölskylda við bara leggjum okkur 300% fram sem við gerði og ég fann alveg að þegar þið voru hnýtt í mig að ég verið hægur og þá fór ég bara í kaffitímanum og gerði það fiskinum og setta bara færibandið og það var tilbúið þannig ég vann í kaffinu það var ekkit sérstaklega vinsælt í þeim sem var í lest þegar kom svo allur fiskurinn þess að ég var búin að gera að í kaffitímanum en þá vildi maður bara sýna það að maður ætti alveg heima Já, þú ættir alveg þannig inni og þú hefur ábyggilega verið snöggur að sanna þig líka Já, maður fór beint í það og ég var ekki einn af þeim, ég var mjög sjóveikur fyrst en hérna maður læriði það bara og sá það strax að það þýddi ekkert að vera með væli við því sko. það var bara eld og svo bara haldið áfram sko. Nú verð ég að skjóta einu inn vegna þess að ég er búin að eftir krókaliðin búin að komast að leyndarmáli sem að varða þig ég hef heyrt að sundli við það að sjá blóð Já ég er með fóbíu ég syns að ekkert bara sundli það bara líður heimlega yfir mig það bara líður yfir mig En hvernig var þá að rista upp fyrsta fiskin og gera að honum? Ég get dýrablóð. Þú getur dýrablóð? Það nefnilega svolítið merkilegt. Þetta er einn saga af því, sko. Ég ekkert mál með fiskin og dýrin og ég einu sinni í sláturhúsi eitt sumar þegar ég var búið með háskóla og þá var ég að verka blóðugasta starfinu. Ég var að skera, það var nautgripir og ég var að skera, ég var að fjarlæga höfuðið frá búknum og var í svona hvítu dressi frá toppi til táar og með hníf og svona stóran og að gera að og svo rennur hnífurinn til og hann svona stingst í vinstri hönd svona á púlssvæðið á mér sjálfum mér svona oddur og ég ríf hanskan af og þurrka allt dýrablóðið frá og kom svona lítill blóðdropi af mér og það steinleiði mig steinleiði yfir mig innan það og mennirnir og öll sem var að vinna sá mig liggja með hníf í höndi í blóðpolli það farið með mig beint út í bíl og upp á sjúkrahús og hvað að og þar kemur allur blóður og það ræst út eitthvað læknateymi og
og svo kem ég út með plástur. Svo kemur hún Það var ekki, þannig að ég höndla allt þetta í samvættu við dýri, ég veit ekki hvað það en allt sem snýr að mínu eigin blóði, bara höndla ég ekki. En þetta er bara þitt eigin blóð, en hvernig nú varstu náttúrulega í kennarastarfi og skólastjóra eftir skólastarfinu, þar hrufla sig krakkar í frímínútunum. Það er yfirleitt eitthvað annað líka. Já, þá lokar þið bara Nei, ekki. Og það var, ennur sagði, það er líka með sprautur, þetta er ekki bara blóðið. Það var nefandi á mér einu sinni og hann greindist með sykursýki. Já. Og þetta þegar ég var skólastur á Grenivík og þá förum við ég eru kennararnir og starfsfólkið boðar á námskeið upp á Sjúkrahúsi á Akureyri og skólastur mætir að sjálfsögðu og foreldrar barnsins og barnið og við sitjum inn í eitthvað svona fundarherbyggi eða svona námskeiðsherbyggi við borð og ég við endan og það mættu með mínu fólki og svo byrja kynning og koma svona glærur á vegginn með myndum af hvernig það var sprauta og sprautur og það var steinliðum. Ég bara sá mynd. Þannig að ég er mjög viðkomin. Kona mín kemur alltaf með mér núna í sprautur. Þú glýmir ennþá við þetta? Ég hef ekki náð þessu. Ég einu svona ætlaði ég hef reynt margoft bara, ég get þetta, en það er bara eitthvað viðbröð sem ég bara ræði ekki við sko. Spennist allur upp og svo bara og það er alltaf langvest ef þetta saminast sprauta á blóð og blóðpröfa. Það er náttúrulega það er bara það versta sko. Já, þetta er það hafa allir sitt sko. En svo er bara spurning hvernig menn vinna með það. Ég er haldinn einhverjum óstjórnlegum ekki óstjórnlegum, ég stjórnunum en svona órökréttum ótta við við hafið sem að ég nú bara stunda meira og minna frá því ég var 17 ára gamall. En ég er hræddur við það sem sagt að stunda sjósund að því ég er alveg handviss það að bara á næstu mínútu kemur eitthvað selur og býtur rassinn á mér. En ég þvinga mig til þess að stunda sjósund og er svo bara í svona hálfgerðri örvæntingu allan tíman að hugsa selur. Og ég hef lent í því sem sagt svona pínlega atviki þar sem ég var að synda í svona skipulöðu sundi yfir í Viðey og fram og tilbaka. Og og ég hef aldrei viljað synda með sundgleru í sjónum af því að það er ennþá verða, þá náttúrulega sé ég kannski svona meter fram fyrir mig onni í sjónum og ég er að synda og hann með sundgleru í fyrsta skipti og hugsaði með mig bara óttinn er bara farin, ég er að synda með 100 manns og það eru kajakar og það eru bátar sem að fylgjast með okkur og að mér steðjar engin ógn og ég er farin bara að synda með opin augu í kafi, svo allt í einu sundtakinu þá rekst ég í eitthvað svona volt sem er svona svipað viðkomi og selur og lít fram fyrir mig og sé náttúrulega bara eitthvað svart sem að og ég svona sperrist allur upp og eiginlega bara syndu upp og stend eiginlega bara á vatninu, á sjónum og öskra af öllum lífs- og sálarkröftum og þá snýr sér við stúlka í svona blautbúningi og öskra á mig á móti að því að henni var svo bilt við að einhver hefði gripið í sig og byrjaði að öskra. Hann var þetta bara svona bara ung þríþrauta kona sem var í sinni sunddrakt og átti ekki þessu von sko. En þetta er svona, við eigum öll okkar eitthvað svona. Já, það er alltaf eitthvað. Nú er ég búin að afhjópa bæði leyndamáli þitt og mig. Já, ég hef verið, svo maður getur alveg verið ófeimin við þetta því að þetta er náttúrulega eitthvað sem er í daglegu lífi. Það eru blóð og ég er bara mjög viðkvæmur öllum ef maður horfir eitthvað læknadrama í sjónvarpinu það eru uppskurðir og þetta er bara bara mjög erfitt með þetta. Þú ert erfitt með þetta. Herði, en ok, þið fluttuð á Ólafsfjörð eftir 94. Já, og það var einum full reynd, það var minnir að þetta hafi farið yfir 91 eða 2, ég man ekki alveg en það voru 1-2 ár sem var reynd í Bolungarvík svo bara ákveðið það. Og aðlagastu vel þar? Ég sko að reyna að vera þurfti eiginlega ekkert að aðlagast á Ólafsfirði að þýleitunum til að því að ég fór eiginlega bent í menntaskólan á Akureyri. Ég var komin á þann aldur en hins vegar var ég alveg Ólafsfirði, var mikið á sjó þar og maður var alveg með jafnöldrun þar og það var framhaldsdeild á Ólafsfirði sem að byrjaði í sem var svona útibúr á menntaskólanum á Akureyri og ég var þar og svo fór ég á menntaskólan á Akureyri þannig ég kynntist alveg mjög góðu og öflugu fólki þar. Var það tekið alveg vel sem, nú þekkjum að það að Akureyringar eru svona, þeir eru svolítið mikið fyrir sig? Já, mjög vel.
þykki svona, já ég svolítið sérstakur með margt sko, ég til dæmis á þessum aldri, ég fætti 78 og bara mitt átrúnaða góði tónlist Raggi Bjarna og eitthvað svona, ég var mjög svona örlítið öðruvísi, en það ég held bara að fólk að kunna að meta, því maður bara tekið vel og þótti bara nokkuð svona vinsæll eða svona hvað sem að vinsæll, bara svona fullur þáttakandi í hópnum, bæði í Menntaskóla Akureyri og Ólafsvíði, en mesta tengingin á Ólafsvíði var þá í gegnum sjóin, því að þar var ég með á nokkrum skipum og þá kynntist maður svona strákonu þar sko, meira heldur en kannski öðrum því að maður var svo mikið bara á sjónum og svo í Menntaskólanum Akureyri. Þegar varst í Menntaskólanum Akureyri hérna lá fyrir sko, sástu fyrir þér og myndi ganga menntavegin og fara svona út í þessa hérna kennaramennsku eða varstu með, sástu fyrir þér og myndi feta í fótspor föður og afa og fara á sjóin bara? Já, ég sá það alveg sko, það var alltaf blundað í mér svona, maður bar svo, þegar maður alast upp og í dag, það er svona þessa fyrirmyndi sem er pappi og afi og maður ber svo mikla virðingu fyrir, og eins og í Bolungarvík, þetta voru svona svolítið kallarnir, það voru þessi sjómenn og skipstjórar, svolítið litið upp til þeirra og svona sterkir karakterar. Ég meina pappi, afi og bróðir hans, Guðmundur, þetta eru svona þannig skipstjóra, þeir eru með viðurnefni, sko það er talað þá í flotanum, það var sérst litli grátur, stóri grátur og harmagrátur og það var bara vegna þess að þeir fisk aldrei neitt, sko, að eigin sögn, en þeir voru náttúrulega alltaf með aflatölurna sögðu, sko, allt annað, sko. Frægir aflakongar? Já, litli grátur var þá Guðmundur sem er núna Vilhelm og svo stóri grátur sem er pappi og var á Kleðaberginu og Dárun og fleiri skipum og svo afi, Jóna Gert sem var síðast á Heiðrúnu, þeir voru alltaf vælandi í stöðinni. Já, hvað báruð sér svo illa? Já, báruð sér svo illa, það var ekkert að fiska, ekkert að frétta og komur samt alltaf oftast með full skip að landi, sko. Ég þekki svona bölmóð sem hangir eiginlega helst við mjög fiskna skipstjóra. Þannig að maður horfði svolítið til þeirra og maður ætlaði sér alveg í þessa stjórnun og ég kunni alltaf mjög vel við mig á sjónum, en það var samt eitthvað bara við svona samskipti og mjög auðvelt með að vinna með fólki, hitta fólk og tala við fólk, að ég ákvað að fara í stjórnmálafræði. Ég hugsaði með mér, sjórin getur alveg komið sko þannig lagað, en svo átti það ekki við mig og þá fór ég í kennaranám, bara svona því að ástæðan fyrir því var akkurat með að bara vinna með fólki og hitta fólk. En í framhaldinu útskrifaði sér kennari þá er þetta eitt af uppeyjunum í lífinu, þá hringt í mig einfallega þegar ég nýútskrifaði 24 ára gamall, þá var ég símtal frá sveitarstjóranum á Grenivík, Guðnýju Sverrisdóttur sem að ber mikla verðingu fyrir og ég og Marta þakka fyrir þetta símtal. Þá ringir hún í mig, þetta er neitt af því símtölu sem að mann hvar maður var, stattur. Og ég tek síman og þetta er svo lítill heimur, það fyrsta sem hann þetta segir að Guðnýju Sverrisdóttir heiti ég og sveitarstjóri á Grenivík og ég segi já sæl og hún sagði þú varst náttúrulega ekki ákveðið að ringi í þig, ég segi nei þetta ekki, sjálfsög ekki en sko ég aldrei komið á Grenivík sko. Já. Og þá spyr ég, já og þá segir hann, ég kem bara beint að efninu, hefur þú áhuga að vera skólastjóri á Grenivík? Og ég bara fyrst að ég sagði hvað ákveð þetta ringi mig og þá sá hún hafði aflað sér upplýsingar frá Háskólanum Akureyri frá kennara eitthvað hvort það væri einhver öflugur kandidat sem mögulega gætur á skólastjóri og það var bent á mig og það því að var bent á mig að það var það eiginlega of svona, ég gat ekki annað en sagt já staðið undir því og það var svona algjör uppeyju og búin að ráða með sér kennara sko í skóla á Akureyri á þessum tíma Þannig ég hefur þá nýútskrifaður stjórnmála kennari, ég breytti kennari en það máli er að ég hef aldrei starfað sem kennari. Þú hefur aldrei starfað sem kennari? Nei, alltaf sem skólastjóri. Ég varð skólastjóri strax og þannig ég starfað sem leiðbeinandi reyndar einn vetur með námi því ég var að svona í kennaranáminu en aldrei svona formlega sem kennari. En á Grenivík þá sko án þess að minnka Grenivík eitthvað þá geti ímyndum mér að þú hafi þurft að standa upp á töflunni líka og kenna krökkunum Já, sko. Það var vissulega, maður þurfti að kenna eitthvað 6-8 tíma með en starfið var skólastjóri en ég þurfti að kenna bara aðeins með, þannig að ég er að meina ég hef aldrei starfað sem bara kennari óbreyttur en ég er ekkit endilega að mæla með þeirri leiðin þegar svo leið hentaði mér ágætlega þetta var bara svona ákveðnar tilviljanir og ákveðin heiður og ég tók þetta að mér og það er svo mikið að þakka samfélaginu Grenivík sko líka því að það er náttúrulega skóla hefði mikið til ég sæti ekkit sennilega hér að tala við þig nema út
út af þeirri umgjörð og aðstoð og utanumhaldi sem ég fekk frá því frábæra fólki sem svona gerði mig að þeim í raun og verið þeim stjórnanda sem ég er í dag sko. Og þú ert 24 ára þegar þú tekur þetta að þér, ekki? Hvert sé að verða 25, það er alltaf þetta leiti, ég bara var yngsti skólastjóri á landinu þá. Já, alveg kornungur, eiginlega bara nýskriðun á skólabekknu sjálfur og komin í þetta hlutverk, en þú hefur þá væntanlega verið svolítið svona með þetta rakka bjarnablætið þitt og allt það. Þú hefur verið svolítið þroskuð sálið, ekki? Ég var náttúrulega svolítið miklu eldri heldur en ég leit samt út fyrir að vera, sko. Þú veist, ég bara var það var alltaf í mér bæði hárgreiðsla, klæðaburður og hvernig ég talaði og svona hvernig ég svona aktaði með þetta, en það kom samt svona berlega ljós, mér boðið á samkomu í Greinivík vorið 2004 þegar þáverandi skólastjóri að hætta, Björn Ingólfsson sem ég lærði líka svo gífulega mikið af, hann var skólastjóri 36 ár. Og þá náttúrulega mætir allt þorpið, allt sveitafélagi mætir íþróttahúsið til að kveðja Björn og til að sjá hvaða stráklingur er að koma að taka við. Og þannig að ég mæti hann í salin og ég sest að borð með sveitastjórunum og prestinu sem var þá Pétur heitinn Þóraðinsson í Laufási, yndislegur maður, og Björn Ingólfsson og hvert á sparisjóðsstjórn. Ég satt svona þessu borði sem var svona voru svolítið topparnir í samfélaginu, eða hvernig orðum þetta í þessu stöðum, sveitastjóra stöðin, skólastjóra og presturinn og svona, og þá sest ég á það borð og ég átta mig á aldrinu svona þegar ég er að klára síðasta bitan af skúfukökuna og þegar ég er svona að slurpa restin og svalaferninu sem ég er með og ég er svona lítið við borði, ég er alveg bara rétt rúmlega 20 maðurinn. Já, kom aldrei upp á einhver svona spauðilega atvik þar sem þú þurftir að taka fundi með foreldrum og... Jú, þetta náttúrulega var, en máli var, ég var kent svo mikið, þannig að ég náði alveg að ná því. Ég passa, sko, það er mjög ákveðin lykill sem maður hefur, það er bara að sýna það að maður getur talað um fólk og hlusta á fólk, en það er ákveðin mörg, sko. Og ég náði því alveg, en ég upplýði aldrei á Greinivík að fólk svona, þetta er bara stráklingurinn, sko. Nei. Aldrei, það var aldrei þannig viðmót. Það var þvert á móti, það var bara svona, við ætlum að vinna með honum, við gefum tækifæri, þessum strák. En sko, ég ætla að skjóta einu inn, með sko þennan langa ættboga af sjómönnum og skipstjórum. Hvað með móðumegin, móðu þín, Jóna, kemur hún úr kennarastétt eða? Nei, hún kemur ekki kennarastétt, alls ekki. Faðir hennar og afi Arnór Jónsson, hann var svona mikið í velvirkjun og bifvélavirkjun og svoleiðis, en fór líka á sjó sem vélstjóri eitthvað, þannig að það var alveg sjóblóð í honum. Amma ekki, sérst á Ísafirði, og það var svo bræðurinn og mömmu fóru báður á sjóin, þannig að það var alveg sjómennska þar, en kennara, það er ekkert kennara í raun og veru í nánasta umhverfinu, en ég leit alltaf mjög mikið upp til kennarana í skólanum. Ég var mjög samviskusamur í grunnskóla, þá færi mikið fyrir mér. Ég passaði mig upp, ég mætti aldrei, ég veit ekki hvort þú trúið því, ég mætti einu sinni allan minn grunnskóla feril of seint. Af hverju mættur þú seint þetta eina skipti? Já, það bilaði vekjaraklukkan og ég man svo vel eftir þessu. Þetta var ræðilega. Nei, í raun og veru var það ég var að gista þeim hjá ömmu. Við gistum reglulega mjög ömmu sískinni þegar afi var út á sjó og það klikkaði eitthvað með klukkuna og ég var svo með minn að ég let ömmu hringi í skólan til að segja ég væri veikur eða eitthvað. Ég gat ekki hugsa mér að mæta og seint. Akkurat. Og eina skipti sem það hringdi í mig og kvartaði mér í skóla og það var þegar það hringdi í mig og sagt að foreldrar mín að þau yrðu að halda mig lengur heima því að koma undan húsverðinu. Þannig að ég var mjög samviskusamur í skóla og mér fannst kennararnir, leit svolítið upp til kennarana. Það voru fyrirmyndir í þeim og ég hugsaði að ég geti alveg hugsað mér og þess vegna fór ég meðal annars í það nám. Langaði til að gera gagn á þeim vettvangi. Hvenær fluttur þú svo suður? Já, við erum á Greinivík 2004 til 2008 og þá fer fyrirverandi kona mín í nám til Reykjavíkur og við flytjumst þangað og þá segi ég upp á Greinivík og fer svona að leita stöðum fyrir sunnan og úrverður að ég fæ stöðu sem aðstoðarskólastjóri í Öldutúnsskóla og verð svo skólastjóri þar 3-4 árum setna og þannig ég starfaði í Öldutúnsskóla í raun og veru
ég 16 ára á Grenivíki 4, þannig ég var 20 ár skólastjórnandi og svo tók ég svo vissu bæjarstjóri. Þannig að það var 2008 sem við flytjum suður og fórum í Hafnarfjörð og það flytja mjög mikið af fólki sem býr út á landi flytjur í Hafnarfjörð og það er ekkit ástæðulausu. Samfélagið þar þetta er svo stolt og flott samfélag. Hafnfirðingar eru svo stoltir af sínu, það er höfnin, það er miðbærin, það er náttúran og það er þessi saga, það er að segja fólk vísar í þú veist, nonna á bakkan, þú veist, það vísar svona í Hafnfirðinga, gamla og Hafnfirðinga, þetta er mjög sterk saga og Hafnfirðingar stoltir af sinni sögu og maður upplifir það svolítið sambarilegt eins og fyrir vestan. Þú veist, þannig að þetta er mjög keimlík samfélag. Þau eru það er hérna eins og maður, sko ég þekki sem að býr á Ísafirði sem að flutti þangað og það er eiginlega bara degi eitt sem þú flyttu þangað, þá ertu bara þá er þér skylt að mæta í gufuna með köllunum á miðvikudagskvöldum og svo átt að mæta á átfælafund og þú ert dregin inn í kórin, þú ert dregin inn í allt samfélagið bara frá degi eitt. Það er kannski aðeins erfiðara samt í Hafnarfirði það ekki bara út af sökum stærðarinnar, maður gæti týnst en það er kannski erfitt að týnast þegar maður er hérna í svona miklu samskiptu við foreldra og börnin í ég náður alltaf komið mjög fljótt inn í samfélagið sem stjórnandi í skóla þar sem þú varst með 600 börn og yfir 1000 foreldra og svo samskiptu við sveitafélagið þá komst maður mjög fljótt inn í það. Þannig ég gerir mig grein fyrir því, þannig ég hef svo sem get ekki nefnt þekki ekki að hjá öðrum en ég þekki fullt af fólki sem orðin góður Hafnfirðingar í dag sem að ég þekki að vestan sem tala það sama, bara mjög gott samfélag og maður fer í Fjarðarkaup og það er svona ákveðin festa í Hafnarfirði, það er Fjarðarkaup sem mjög allir stoltir af, þess að fyrirtæki þar, það er höfnin og hafnarsvæðið og það er, við gengur með frá sjónum og því svæði og það er Hellisgerði og Hvaleyrarvatn, þetta er allt svona og miðbærin, þetta er svona ákveðin kjarni og Víðistæðatún, þetta er bara svo það er svona, þetta er bara mjög öflugt og gott samfélag. Hefur aldrei notið einhverja svona tortryggni í þinn garð eða svona trúleysi á það hvað er þessi maður að vilja utanbæjarmaðurinn, hann er ekki gablari eða? Það er þetta með stoltið og það er mjög skemmtilegt sko, Hafnfirðingar eru mjög stoltir af sínu, þú getur auðvitað ekki orðið gablari nema með ákveðnum formerkjum sko. Og fættur í heimahúsi og allt þetta sko. Og menn eru stoltir af því og bara ég ber mikla virðingu fyrir því mér finnst það mjög skemmtilegt sko. En svo flokka menn í Hafnarfirði svona eftir ákveðum hvernig maður er komin í Hafnarfirði, þannig að ég flokkaðist í sem AA maður eða aðfluttur anskoti og ég er bara stoltur af því en ég líti á mig sem Hafnfirðingi, ég er búin að búa þar í núna hátt í 20 ári eða 18 ár og ég er búin að búa þar lengst samfleitt af þeim stöðum sem ég er búið á en það er alltaf þessi vestfirska taug, það eru 2 staðir sem ég líti á þegar ég kem heim, það er í Hafnarfjörð og svo ég kem til Bolungarvíkur og þó ég var flutt frá Bolungarvík 16 ára gamall og bróðir minn var 14 ára, ég var 15 ára, bróðir minn 13 ára og svo var yngsta systir mín sem hét Stella og reynda látin í dag, hún var 6 ára og Halldóra systir 10 ára, þá var ennþá Halldóra og Nonni og ég, þó við höfum verið þetta ung, þá erum við það er svo sterkt í okkur þetta bolvíska blóð. Við tölum ekki, við vitum hvað fólk á heima sem er ennþá þarna sem við byggum, við tölum ekki Bolungarvík, það var eitt dæmi Nonni var að vinna, bróðir var að vinna í Mið-Afríkulýðveldinu einu sinni, mamma var í Reykjavík, Halldóra systir var einn í Reykjavík og ég í Hafnarfirði og við erum með svona spjallþráð og sendi bróðir minn allt í einu mynd þar sem hann sér að það er tekin í Bolungarvík, þar sem að maður sem bjóðar þegar við byggum með fjölskylda var flutt og bróðir minn sendir, heyrðu, hvert voru þau hjón að flytja, eru þau komin í húsi hjá honum hinnum, getur það verið og þá fórum við öll svona einhverja rannsóknarvinnu að við vorum bara að fylgjast með því hvort það var virkilega búið að flytja af traðastíg yfir í Völustíðstræti og af hverju og hver fór úr því húsi. Þetta er mjög sterkt. Þannig að taugin er rosalega römm þó að þú hvað maður segja, skilgreiniði að spegliði mikið í því að vera Hafnfirðingur í dag. Hún er það sterk og ég var mjög stoltur af því sumar að því að ég veit son sem heitir Víðirjökull og er núna Akureyri að spila fótbolta þar með Þór. Hann, þegar hann er yngri og lítill þá förum við vestur einu sinni, jafnvel 2 ári. Og til að heimsækja ömmu mína sem býr þar og fjölskyldan er sem sagt hefur aðgengi að íbúð því að bróðir mömmu og íbúðar en hann er alltaf á sjó við Afríku þannig að hann er mjög lítið þar notum þá íbúð mikið og fórum alltaf með hann vestur nánast öll árin stund 2 og hann eignast kærustu eða kynnast kærustu fyrir norðan og bara í janúar
og fara fyrsta skipti ferðalag í sumar og hvert fara þau gera beint vestur til Bolungarvíkur. Það sem hann að sína henni í Bolungarvík og hvaðan faraði þaðan? Jú, beint í Hafnarfjörð. Þannig að ég var ákaflega stoltur af þessu að hann hafi alveg búin að ná þessum tengingum við báða þessa staði. Þetta er ásæðilegt. Ég segði mér hérna, þú varst þessi 16 ár segir eða ekki í hérna Öldutúnsskóla. Er það á þeim tíma sem að þú byrjar að þvælast inn í pólitíkina, í bæjarpólitíkina? Já, og það er svona eitt af þessum tilviljunum líka aftur, þetta með að ég var skólastjóri og hvernig lífið tekur uppbeigur oft á tíðum, þá var þetta eitt af þeim að það er í raun og veru bara samtal sem ég fæ við minn besta vin í dag, Ágúst Bjarnar Garðarsson sem er mikill framsóknarmaður, að hann leita til mín í árið 2017 og spyr hvort ég vil ekki bara koma með honum í þessu vegferð fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018. En þá er ég sem sagt flokksbundin í Sjálfstæðisflokknum og er ekkert mikið, ég er svona aðeins búin að grúska í þessu, var í 9. sæti á lista hjá þeim árið 2014. Já. Þannig að ég er vissulega eitthvað varamaður í nefndum hjá þeim og ég svona hugsa mig aðeins og lít svo á, sko, það er ekkert, bæjarpólitíkin er svolítið þannig að við erum öll svolítið að róa sama marki, þetta snýst bara áherslur, sko. Já. Við erum oftast ekkert ósammála það sem það er að gera. En það snýst svona á milli flokka. Já, menn eru vilt sammála allt, það að segja að það þarf að hafa góða skóla og það þarf að vera í lagi með samfélagið okkar, en snýst oft bara þá meir áherslur og svona hvað leiðir öllum að fara. Já. Þannig að ég fann bara mikinn samhljóm í því sem að Ágúst Bjarni var að tala og ég stekk til og við skipum þá hann í fyrsta sæti og í öðru sæti og það var nú ekki mikil umræð það en við áttum alveg vona umræðu 2 kallar í 2 östu sætunum og svo framvegis en það var lítið það. Úrverður að Framsókn nær einu manni inn 2018 og Framsókn hefur aldrei verið í gegnum söguna sterkt í Hafnarfirði. Nei. Þeir hafa ekki verið með bæjarfulltrúa nema svona einstaka kjörtímabil en ekkert svona í neittni festu. Okay. Og það er talað að það hafi verið einu sinni Framsóknar maður bæjarstjóri í Hafnarfirði en það var 1945 en hann var utan flokka en var víst samvinnumaður eða Framsóknarmaður. Já. En þannig að ég stekk til og við náum þessum árangri að ná einu mann inn og byggjum bara upp starfið og það gengur vel og ég fyrir fjölskylduráð sem stendur mér nærri, það er fjölskyldu og svona þessi mál, barnamál. Já. Og hérna er þar í formennsku í fjölskylduráði 4 ár og síðan fyrir Ágúst Bjarni inn á þing í kosningunum 2021 og þá leggst ég hans út í feld með konu minni hvort við að taka slægin. Ég bjóði mig fram í fyrsta sæti og bara förum í þetta alla leið. Og það er úr að við förum í þá vegferð og með góðu fólki það náum við svo 2 mönnum inn og það er bara ekki gerst í Hafnarfirði. Nei. Sem er svolítið sérstakt í sjálfu sér af því að það er svo margir aðkomenn í Hafnarfirði sem að koma hérna og þaðan utan á landi sem að ætti þá eiginlega sko svona líkindarlega séð að blandast meira af framsóknarfólki inn í. Það hefur bara einhvern veginn, Hafnarfirði mjög sterkt í gegnum árin, hefur verið svolítið kallað kratabærin og hefur verið það svona allavega í gegnum áðurinn hér áður og samfélkingin er stóri í Hafnarfirði, Sjálfstæðisflokkurinn líka en svo aðrir svona verið að reyna að koma sér inn. Framsókn aftur á móti í nágrannasveitarfélaginu og Kópavogi hefur yfirleitt verið bara þar með bæjarfulltrúa 1 eða 2 sko og verið svolítið stöðugt þar en ekki í Hafnarfirði. Þannig að það varð úr og úrverður að við fáum þannig glæsilega sigur og nú fer maður þá að velta fyrir sér þegar maður er komin í þá stöðu sem það var í þá að var með það í raun að vera svolítið gat farið í samningaviðræður meirihluta á þeim forsendum meðal annars að ná fram þeim málefnum sem við vildum gera sem að voru fjölmörg og fengu alveg samhljóm og svo líka að maður fengi tækifæri til að stígu upp og taka sér verkefni bæjarstjóra. Og ég fannst það bara næsta skref í raun að vera í ferlinum hjá mér og að vera stjórnandi í 20 ára að takast á það verkefni. Og úr varð að gera samkomulag að ég fengi þarna 18 eða 20 mánuðir og ég segi þá til að byrja með sem bæjarstjóri, því að svo eru kosningar núna eftir 9 mánuði cirka, núna í maí og þá þarf bara að leggja það í dóm kjósenda hvort þeir mjög treysta mér áfram í það verkefni ekki.
Hvernig það að gera svona málamiðlun að skipta miðju kjörtímabili og býða að vera svona á hliðarlínunni einhvern veginn? Rósa var bæjarstjóri framan á kjörtímabili og svo tekur þú við. Það alltaf bara að dansa á rósum eða getur það verið frústrerandi og getur þetta verið þannig að maður þurfi bara svona býta í tunguna og býða nokkra mánuði viðbót? Nei, sko, málið að eins og ég kom að hérna fyrir spjallinu okkar, ég á mjög auðveldur að vinna með öllum og það hefur verið einn af mínum helstu styrkleikum að geta sætt ólík sjónarmið og rætt málin. Mér finnst þetta bara kostur að geta verið formað bæjarráðs og lært svolítið meira inn á kerfið allt saman. Lært svona inn á vera í nánu samstarfi við bæjarstjóran, þá var endan á Rósu. Þannig að þetta gaf mér ákveðin svona aðlögunatíma, ef við getum sagt það. Þannig að ég veist aldrei frustrerandi og þetta var bara komin ákvörðun að ég ætti að taka við 1. janúar 2025. Já. Og við höfum verið samstíga í langflestu málum við meirihlutaflokkarnir og hefur náðst samkomulag og sátt það sem við ætlum að leggja fram. Þannig að þetta hefur ekkert, ég ætla að vera mitt leyti gafst þetta bara vel að gera þetta svona. Það stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Nú langar mér að stríða þér aðeins með framsóknina sko. Þú er eiginlega að segja mig hvað það að vera framsóknarmaður af því að þetta virðist vera bæði hjá þér og hjá Einari Þorsteinsinni svona, já, maður spyrti Einar líka ekki við framsóknarflokkin endilega áður. Er þetta bara svona auðveldara tækifæri til þess að komast áfram að fara í framsókn og er svona smá spegill á aðra flokka eða hvað það að vera framsóknarmaður öðruvísi heldur en að vera sjálfstæðismaður til dæmis? Sko það sem að kveikti helst í mér, það var í raun og veru bæði fólkið og þessi hugsjón hvað samvinnuna var þar. Ég rosalega samvinnu miðaður. Já, þú meina gamla samvinnu hugsunin? Gamla samvinnu hugsunin. Ég mjög samvinnu miðaður að því leitinu til ég búin að vinna í þannig starfi í 20 ár. Maður þurfti ekki að gera þetta mikið á sjónum. Nei. Þá var það bara þetta og það var svona ákveðin verkefni. Já. En í þeim verkefni sem ég verið að gera sem skólastjóri þá þarf alltaf að vera í ákveðinu samvinnu málamiðlun, sama gerist í bæjarmálun. En svo er þetta til vel reknar samvinnu útgerðar enn þann dag í dag. Já, ég gil það, en það sem ég er að meina þegar ég var á sjónu bara sem hásetti, sko. Þú veist, þú bara sindir þínu og þurftir að sinna samvinnu við þína menn, þín fólk á vaktinni og svona, en það var svona, það var kannski ekkit mikið að þurfti að setjast niður og fara í einhverja málamiðlani, þetta var svolítið konkrétt. En það er þessi samvinnuhugsun sem að heillaði mig mikið og það nú á þessum árin líka 2018, 2022 í þessum kostningum 2021, þá framsókn í svona uppbyggingar og ímyndunar, breyta ímynd. Þú veist að vera að tala framsókn, meira heldur en framsókn og flokkin. Það var komið meiri ímynd og þið muni hvernig kostningarnar voru til Alþingis og 2021 þegar framsókn ekki bara best að kjósa framsókn? Já, þú veist, það þessi svona hugsun besta slagur allar tíma já, sem bara sló algjörlega í gegn og náði svona mikill útbreiðslu og það einhvern veginn með okkur í framsókn að við erum að leggja matamálin en það líka svolítið mýta að framsókn sé það bara sá flokkur sem auðveldur að spila með og gera hitt og þetta. Það er alls ekki því að við leggjum fjölskyldumálin og lýðheilsumálin og samvinnumálin algjöran forgrunn en við erum auðvitað svo bara með ákveðin prinsip. En í bæjarmálun að þá ertu náttúrulega svo mikið í því að vera í þessum málamiðlunum í samvinnunni, í að vera með uppbyggingu fyrir alla. Eins og ég sagði það eru allir á sömu blaðsíðu í bæjarmálum. Það kannski ekki allir sveitarstjórnarmenn sammála með en mér finnst það snýst bara áherslur og leiðir sem mun greinir á. Við erum yfirleitt að rökræðum forgangsröðun, það er að segja hvað undan þetta eða hitt. Við erum að ræða rökræðum fara þessa leið en við erum svo sammála samt endapunktinu sem kannski uppbyggingu á nýju frístundaheimili fyrir börn en það kannski verið að rökræðum hvernig á að fara þangað. En nú svona frá sjónarhorni kjósandans, það var kannski verið að kjósa svart eða hvítt skiljur, það hefur verið að kjósa A eða B, þá vill kjósandi kannski hann kannski eiginlega með ríkari skoðanir á því að það sé meiri munur á milli flokka. Nákvæmlega, og það held ég að sé meiri í landsmálum. Já. Það eitthvað það vissulega
í bæjarmálunum að margir fara bara flokkslínuna sína. Já. En ég tala við fullt af fólki sem kýs annað í sveitarstjórnarmálum heldur en landsmálum og er þá að kjósa oft hvaða fólki treystur til þess að fara í þá vegferð að gera vel fyrir bæinn, samfélagið. Næstu persónukjör eða svona? Ekki, það spilar inn í. Það spilar held ég meira inn í sveitarstjórnarmálum heldur en landsmálum. Og þar er meiri svona, þar ertu með stærri svona pólitísk mál. Þar ertu með, þú veist, nærtakast ESB til dæmis, eða veiðigjöld. Þú ert með svona stór pólitísk mál. Í nærsamfélaginu ertu bara að vinna með fólkið þitt, sko. Já, þú ert að vinna með það hvernig þú ætlar að útdeila gæðunum sem að skapast við að heimta útsvar. Já, og það er þannig, og við erum, þetta er bara hverjum treysturu til að vinna af heilindum fyrir þitt sveitafélag og vinna fyrir mig. Og ég hef lagt á það ríka áherslu í mínu starfi og gerði það frá 1. janúar að vera mjög nálagt íbúum Hafnarfjarðar. Ég gef mjög mikinn kost, eða er mjög auðvelt aðgengja mér. Með þá bara að fá fund með þér? Að fá fund. Ég fer út á örkin, ég er með opna samtalstíma þar sem þarf ekki að panta út á tósplani, það er svona hísi það, svona glerhísi. Hún er svo gegnsæ stjórnsýslunni í Hafnarfjarðar, ég get verið í glerhísi. Ég fer út á tósplan og er það svona cirka 2 í mánuð og byrjaði því núna í apríl og þar getur fólk bara mætt og það er alltaf stappfullt af fólki sem mætir til að taka samtal. Og ég er með opnars og svo er með viðtalstíma á skrifstofunni þar sem getur bókatíma, svo er ég mikið bara að fara að hitta fólk, vera á viðburðum, bara ganga bæinn og tala við fólk. Mér finnst svo skiptum alveg fólk finni að ég bæjarstjóri allra Hafnfirðinga, ekki bara þegar tæplega 2000 eða 17, ég man ekki hvað var mörg atkvæði þessi kusu Framsókn. Akkurat. Þannig ég bæjarstjóri alla Hafnfirðinga, ég bæjarstjóri fyrir haukafólki og fyrir FH-fólki og fyrir þá sem er í Björkon með Sundfélaginu, íþróttafélögum. Ég er bæjarstjóri Hafnfirðinga og á að sameina Hafnfirðing undir þeir merkjum vera bæjarstjóri þeirra og óháð flokkslínum, en vissulega er ég þá Framsókn líka. Já. En á móti kemur að vinna með öllum Hafnfirðingum. En tekur ekki stundum á að vera svona aðgengilegur? Þú veist, það væri örugglega þægilegra að vera bara í fílabeinsturni og enginn kæmi staðir? Það er kannski ekki rétt að segja, þó ég sagt jú að taka á, það kannski tekur ekki á, en það er þetta oft krefjandi. Já, ég get ímyndunum að segja svolítið líjandi sko í glerboruna á Tórsplani. Já, það er samt að móti krefjandi, það er samt svo gaman. Það er líka gaman? Já, þetta mest alltaf, vegna þess að ég hef bara það eiginleika því ég talaði fólk, að getur fólk komið og sest á móti mér og bara byrjað að hundskamma mig. Fyrir bara skipulagsmál eða girðingin hjá nágrannanum með ljót á litin eða búið að senda inn erindi fyrir mörgum málum og því ekki verið svarað og svo framvegis. En ég hef bara það breytt bak eftir öllu sá sem skóla, það þarf líka sem skólastjóri því að það varst að fá foreldra inn og það er alls konar að gerast. Og ég hef sett þá reglu að það er puntað niður allt sem fólk segir og svo veit ég að fólk fóði svar. Ég get kannski svara sömu strax. Flest samt þar ég að fara að tala við mitt starfsfólk, frábæra starfsfólk sem vinnur í Hafnarbæ og bið þá að þessum íbúa sé svarað, hann er að bíða eftir svari. Íbúar kunna meta það allavega að það sé svarað þá, þetta er ekki hægt, frekar en ekkert svar. Það vil allavega að sé móttekið erindið þeirra í stað þess að það sendið post út í tómið. Er þetta eitthvað sem að fleiri sveitarstjórnendum mættu taka sér til fyrirmyndar? Ég þekki ekki hvernig það er annars þar. Ég ætla að finna að fólk kann mjög vel að meta að bæjarstjórinn sé aðgengilegur og sé að tala sveitarfélagið sitt alltaf upp. Það getur vel verið og ekki miskilja, það er fullt auðvitað sem við þurfum að laga og bæta eins og er annars staðar. Það má gera betur í mörgum málum. En við þurfum líka alltaf að tala samfélag okkar upp og ég er líka þannig karakter að ég tala við alla. Ég ger enga mannamun, aldrei. Það er líka fullt erindi til þess að tala Hafnarfjörð upp. Ég bjóð þar sjálfur lengi vel og saknaði þess mikið. Það er margir jákvæði postar. Mér langar að spyrja það samt út í vegna reynslu þinnar. Mér langar til þess að spyrja það út í það sem er erfitt að tala upp þessa myndir og það er menntakerfið. Og við erum komin á svolítið skrítin stað í menntakerfinu ekki í Hafnarfirði per se, heldur bara á Íslandi og í þessum alþjóðlega samanburði og nú á ég sjálfur 4 börn þar af 3 í grunnskóla og það er ekkit við
þann skóla sem þau ganga í að sakast, en það greinilegt að það eru brotalamir í strúktúrnum í öllu námskerfi á Íslandi sem að ég sé í gegnum nám barnana minna, bara einfaldir hlutir eins og að sé ekki til námsbækur eða rammar fyrir bara heilu fögin í 4. bekk eða 5. bekk eða 7. bekk, þá er það undir kennaranum komið að fara á YouTube og reyna að finna upp á einhverju sniðu til þess að kenna samfélagsfræði eða sögu eða hvað getur þú sagt mér, af því að þú byrjaði nú sem skólastjóri árið 2004, ekki satt? Já. Hvað ertu búin að sjá, það er þá, sko ég er að byrja í menntaskóla 2003, þannig að ég man hvernig námsefnið og umgjörðin var þegar ég gekk í grunnskóla og hún var nokkuð góð, hún var nokkuð konkrétt. Þá vorum við með 7. bekkur í samfélagsfræði, þá var bara þannig að Námsgagnastofnun gaf út bara mjög flotta námsbók þar sem að nemendur fengu eintak, kennari fekk annað, þar voru svör við spurningum sem voru í lok kaflans og svo fekk hann svona glærupakka sem var hægt að sína á myndvarpa og svo fekk hann líka meira þess að svona forskrift að sko í september og oktober erum við að gera þetta og í nóvember og desember erum við að gera þetta og svo fyrir við lokapróf og vorum með þessa sem við mikið rættum núna, samrættu prófin til þess að hafa einhvern samaburð og sjá niðurstöður úr því hvernig skólar er að performera. Hvað ert þú búin að sjá sjálfur á síðustu 20 árum og hvað sérðu fyrir þér að hvað getur sagt minn stöðuna sem við erum komin í dag og hvernig sjáu okkur einhvern veginn leið útrús? Þetta er ekkert lítið topic, sko. Nei, ég veit það. Ég ánægði mig að kemur þetta vegna þess að ég er einmitt búin að fylgjast með þessu núna og þetta var fyrsta sinn núna í ágúst í 20 ári sem ég er ekki að byrja í atinu að undirbúa skólastarf. Akkurat. Það er búið að breytast á þessu 20 árum svo gífurlega mikið. Já. Og ég, sko, fyrsta lagi ætla aðeins að koma inn á þess að tala námsgögn. Hugsunin á bakvið þessa breytingu í tengslu við að hafa fjölbreyttara námsúrval er þetta faglega sveigrum kennara til að nálgast viðfangsefni, til að nálgast ákveði viðmið sem það að kenna börnum. Sem er bara svo háð mannlegum breyskleika og mannlegri fjölbreytni í kennara. Og ég hef talað fyrir því og gerði það nú á ráðstefnu fyrir einhverju síðan þegar sem skólastjóri að við þurfum að hægja á. Ég talsmaður þess og við fórum í verkefni í Öldutúnsskóla á sínum tíma sem við tölum vinnu heiti innávið, það var aðeins innávið verkefni þegar reynur aftur í grunninn eða back to basics eins og við tölum svona okkar á milli þess að við hægðum aðeins á vegna þess að það sem hefur gerst á þessum tíma og við sjáum það er svo mikla hraðar breytingar í samfélaginu okkar sem við einhvern veginn bara erum ekki að ráða við og börnin okkar bara eiginlega ekki. Eins og hvaða breytingar? Eins og til dæmis það bara að tíminn sem við erum að gefa börnum, heimilin, foreldra, fjölskyldur, staldra við, börnin fara í frístundastarf, þeir fara á æfingu, þeir koma heim, mögulega í heimanám og það er allir einhvern veginn í ati. Það er mögulega allir í símónum, rétt fyrir kvöldmatt, barnið fyrir inn í herbyggi, í spjaldið sitt eða eitthvað slíkt og svo er bara borðað og jafnvel stundum ekki saman, það er allir að drífa sig. Það er svona þessi asi í samfélaginu. Við sjáum í mælingum, líðan barna hafa rakað undanfarnar. Það er að lækka, þá er svona mælt sko hvernig líður þér í dag og hvernig sjálfsmyndin og svo frammeins og hvernig staðlar og þetta hefur lækkað og sérstaklega hjá stúlkum. Það er ekki hægt að kenna eingöngu samfélagsmiðlum þar þó svo að þeir eigi partíði. Það er verið að bera sig saman og þetta er orðið þannig umhverfi að þetta er orðið svo hratt umhverfi að við sem erum að reyna að ná utan það, við erum jafnvel komin eftir á börnunum sem erum komin lengra en við í ýmsu. Eins og til dæmis gervigreindin, börnin voru farin að skila mögulega sumhver verkefnum úr gervigreindin á þess að við fullorðna fólki erum að kveikja og þessi gervigreind væri einu sinni með þennan möguleika. En núna er þetta nú svona kannski að nást eitthvað saman. Við þurfum, og það var galli, og ég segi það og sagt það uppátt og meiri segi greinum, minni mig að ég ger greinar frekar en í ræðum, að þegar við fórum að breyta námsmatskerfinu og allir þessum, þá átti framhaldsskólinn að vera með í því samtali. Akkurat. Það var bara ákveðið í grunnskólanum að það yrði útskrifað með bókstafi. Framhaldsskólinn var ekki reiðubúin, hann þurfti að búa sér til sér kerfi hvernig metum við börnin inn út frá því þeir þurfti að reyna að setja tölur á bókstafina. Akkurat. Framhaldsskólinn átti að vera með í þessu samtali átti að vinnast í samfellu, ekki sem eiland sem grunnskólinn var á þeim tíma. Og svo líka stærsta áskorun sem ég hef heyrt hjá framhaldsskólum, ég hef þetta eftir skólameistar og einum stórum menntaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu,
að það er eins og að bera saman epli og appelsínur að sjá sömu einhvern sem kemur úr einu skólum yfir í annan sko. Það var ákveðin verðbólga á einhvernum sko. Já, gerðist við einstak og ég talaði um marga skólameistara og þeir töluðu það að þeir bara vissu það að ákveðin einhvern þessu skóla var bara til fyrirmyndar og bara mikið á bakveðana og meðan aðrir einhverju skólar sá eitthvað merki að það væri ekki eins veit ég hvernig það er núna og það var svo sem aldrei nefndi en það skipti það einhver máli, þetta snýst aðalega bara það og svo erum við að færa svo mikið fang, það er alltaf svo mikið að vera það er alltaf svo mikið sem þarf að vera að gera svo mikið uppbroti og svo framvegis sem yfir stundu verið erfitt líka fyrir skólastarf í skólanum sjálfum þá já og eitthvað utanakomandi það er verið að fara í heimsóknir það er verið að fara út, það er verið að brjóta upp það er að koma gestir, það er að koma alls konar skólarnir eru líka að reyna að vera uppteknir af því að vera svo mikið að drífa hafa það fjölbreytt sem að skipti miklu máli en kennar að tala mikið það núna svolítið að þeir vilja að stundu fá tækifæri til þess að nú vil ég bara geta fá að kenna fá tækifæri til þess sko. Ég náttúrulega finn svolítið til með kennarum þegar maður sér svona viku skipulagi hjá kennara það sem að gert ráð fyrir einhverjum x klukkustunda fjölda sem á að fara í að skrifa fréttapistil bekkjarins. Það er einhver x klukkustunda fjöldi sem að fer í að tala við foreldra sem að einhvern veginn, ég veit ekki, get ekki beðið eftir foreldrafundum til þess að ræða ákveðin mál. Og svo er það líka sem gleymist oft í umræðinu. Í umræðinu núna finnst mér að vera að skella fram einhvern tillögum breyting. Mér finnst umræðinu og grunnskólan allt og neikvæð núna. Allt og neikvæð. Grunnskólan ekki hafinn yfir gagnrýni. Við þurfum að finna bara flötuð hvernig við vinnum það saman. En þetta er farið að vera of mikið núna að sveitastjórnir eða ríkisvaldið eða stjórnmálaflokkar eru farinir að setja upp ákveðina tillögur og ákveðnar upprópanir í fjölmiðlum það sé allt í voli í grunnskólum. Það er ekki þannig. Bara alls ekki. Börnunum líður, þau eru bara öryggi sínu umhverfi. Við þurfum bara svona aðeins að staldra við hvernig við náum utanum ferilbasis og það er matsferillin sem verður lagður fyrir núna sem er væntanlegur núna í haust sem á aðeins að halda utanum námsmati frá 1. upp í 10. bekk. En við erum samt sem ár, við erum komin á stað þar sem við þurfum að staldra þess við og líta tilbaka. Það er náttúrulega ekki allt í volli en við sjáum það samt í mælingum eins og með lesskilning þeirra sem útskrifast úr grunnskóla að það eru rosalega brotalamir en það er kannski eins og þú segir það er töfralausnin er kannski ekki samræmt prófi í 10. bekk grunnskóla en hún er bara eina kannski mörgum skrefur sem þyrfti að taka til þess að reyna að rétta af kúrsin. Það er rétt, samræmdu prófan eru umdeild og voru umdeild eru umdeild í umræðinu núna og voru umdeild þau taka ákveðna punktstöðu, þau taka ákveðna stöðu eins og barnið stendur þá. Já. Þessi matsferillin er að reyna að gera og þetta nýja breytta aðalnámskrá og sem er virðingavert og bara gott ef það þegar næst er að halda utanum feril og námbassins frá upphafi til enda. Ekki bara ákveðið próf sem mælir eitthvað ákveðin stað á þessum tíma. Það er gagnrýni sem samræmdu prófum fengu. Þau geta alveg verið hluti. Það er ekkert sem segir að þau geta ekki alveg verið hluti af öllu þessu spektrumi, en það er svo miklu meira til. Börni er að læra svo miklu meira heldur en akkurat það, en talandi um lesskilningin og lesturinn. Þar erum við að tala um samfélagi líka. Já, það er nefnilega, þetta er það sem þú segir, einn af fjölmörgum þáttum eins og nefni með asan og kannski þessa fjarlægð sem að hefur skapast milli barna og foreldra sinna. Já, börnin, það er ekki fullir það. Allir þeir kennarar sem ég hef kent, þeir eru að leggja þessu 100%, ekki segi kent, sem ég hef starfað með, er að leggja þessu 100% fram og vilja börnunum það besta. Þeir reyna sitt besta, en þeir ná ekki alltaf öllum þeim árangri sem þeir vilja, einfallega vegna þess að þeir þurfa líka aðstoð í þessar grunnfærni sem er lesturinn sem börnin þurfa að þjálfa heima. En svo þarf líka að koma sveitafélögin inn í þetta. Erum við á réttri leið með það hvernig við mönnum skólan og fjármagninu varðin í skólana. Þú veist, hvernig er með stoðþjónustu sérfræðinga sem þurfa að koma inn í skólana til aðstoðar, sálfræðinga. En liggur þetta fólk alltaf á lausu? Nei, við erum að sjá leikskólanum, það gengur erfiðlega að manna þar með fagmenntuðu fólki. Við náum því ekki inn, en það er samt sem að það búið að vera töluvert stór skref í kjarabaráttu þar sem verður að ná ákveðnum leiðréttingum eins og frá kennarasamningunum síðast. En það þarf einhvern veginn meira að gera og það þarf bara þjóðar átak það hvernig við vinnum með grunnskólan. Við gerum það ekki skotgröfunum í
hverju sveitafélagi fyrir sig eða með því að blasta einhverjum fyrirsögnum með að allt í bál og brand í grunnskólanum. Við þurfum að tala skólan upp en gagnrýnin á svo sannarlega rétt á sér með þá þætti sem þarf að bæta og skoða. Þessu nefnir einmitt með peningana eða fjármunir sem að fara inn í skólan hvort að það sé hægt að verja þeim betur. Ég geti ímyndað mér að framleiðinni hvers kennara hafi verið meiri per nemanda eða þannig að fleiri nemendur per kennara öllu heldur fyrir 30 árum heldur en í dag. Sko. Ég byrjaði í skóla þar sem á tvísettin og þá var einn kennari sem að einmitt fekk frið til þess að kenna sínum bekk bara frá upphafi vinnudags til enda vinnudags og það fóru ekki af því að strúktúru var svo góður. Hann auðvitað ferkantaðri og minna svigrúm innan þessa gamla strúktúrs til þess að finna upp á einhverju frjóu til þess að kenna, frjóri nálgun til þess að kenna krökkunum en það fór ekki tími í það að vera að leita að einhverjum PowerPoint-skjölu sem einhver annar kennari bjóð til eða fer inn á YouTube eða eitthvað svolítið, það var bara gagn og gaman og það var bara kennt fyrir hádegi og eftir hádegi og þú getur rétt ímyndaði hvað mikið output út úr þessum kennara ef við berum það saman með kennara sem að þarf kannski að eyða fleiri klukkstundum á viku í undirbúning kennslu til þess að finna upp hjóli alltaf. Ég skilur hvað ég er að Ég skil hvað þú meina og það sem þú ert að segja líki þessu er að það er eitt sem er í þessu agamál var að sína aga í að ná þessu já. Við erum það stendur í raun og veru í reglugerðum grunnskóla að ábyrgð á hegðun barnsins bera foreldrar og það hefur nú aðeins komið upp svo umræða það er oft þannig og ég hef þá reynslu skólastjóri að það er svolítið á einn veginn þetta er skólinn sem á að laga þetta en við þurfum náttúrulega allt samfélagið og foreldrarna til þess ægi barna hefur breyst frá því þetta er ekki langt síðan ég var í þessu eins og ég segi 2004 sem ég byrjaði en það hefur breyst á þessu tíma það er meira og ég held að segja bara í samfélaginu okkar líka bara ákveðið meira agalýsi við leifum okkur að blammer á samfélagsmiðlum bara og fullari fólk bara eins og þeir sýnist og alls konar hegðun og framkoma sem að börnin sjá og heyra og læra bæði af hvert öðru og af fullorðnu fólki samfélagsmiðlar eru fullir af alls konar þáttum sem börnin glepjast í að taka þátt í sem eru jafnvel hættulegir og geta leitt af sér ofbeldi og fleira og þannig að við erum stundum að berjast við vindmylur af því einhvern veginn samfélagið er ekki alveg að koma í þessa vegferð sko. Nei, þetta er rosa góða punktur hjá þér og kannski er skólinn, grunnskólinn og kennarar og eru undir ásökunum sem er kannski aðeins að ósekju sem eru kannski þá frekar afleiðingar af einhverju samfélagslegu vandamáli. Þetta með agaleysi er alveg hárrétt hér. Ég var ég held að það sé rosalega mikill munur á því hvernig viðbrögð kennara til dæmis mega vera í dag versus það hvernig þau voru fyrir 20 árum síðan og líka hvernig foreldrar nálgast. Það er mjög skemmtileg svona eiginlega bara svona eins og teiknimyndasaga sem ég sé það sem er 1970 þá er sýnt mynd af foreldrum sem eru að hitta kennaran og barnið við hliðina og barnið er búið að brjóta af sér, búið að brjóta eitthvað og foreldran eru að kennarinn segir frá því, foreldrarnir skamma barnið og svo er 2020 það er seinni versjónið þar sem að foreldrarnir eru að hitta kennaran er að segja frá því barnið var að brjóta eitthvað og foreldrarnir er að skamma kennaran fyrir það að hafa, ég veit það ekki innrætt barnið sitt betur. Nei. En það er í langflestum, við erum að tala í langflestu tilfellum tekst að vinna vel saman, en það er ekki alltaf og það er við þurfum bara að horfa á hvernig samfélag okkar er að þróast og þurfum svolítið að staldra við og maður er oft búin að kalla eftir því og ég ger það nú alltaf í ræðum mínu sem skólastjóri að við erum hérna í þessu saman og við erum að vinna þessu saman og það tókst á þeim tíma þegar ég var skólastjóri bæði á Grenivík og í Öldutúnsskóla maður sá alveg mælingar á líðanbarna, mælingar á ánægju skólan, vera nokkuð góðar og oft bara mjög góðar og fengum viðurkenningu einu sinni fyrir það og hefum fengið foreldraverðlaun og fleira í gegnum þessi ár, bara því að við leggjum svo mikla áherslu á það að vera í samvinnu og vera í þessum samskiptum og vera líka með það í huga að börnin eiga náttúrulega sinn rétt
öll börnin eru góð í eðli sínu, þau vilja gera vel, þau hafa kannski vilst af leið og það okkar hlutverk að hjálpa þeim að komast tilbaka og við gerum það ekkert ein í skólanum, við gerum það ekkert ein á heimilum foreldrar, við þurfum að gera þetta saman. Það er rétt. Ég hef full að trú á þér í hvað þetta varðar. Ég veit að þú ert mjög farsæll skólastjórnandi og hefur mikið talað það þegar hvað þið fórst þetta starf vel úr hendi í Öldutúnsskóla. Hvernig getur nýtt þessa reynslu þína og þetta innræti þitt til þess að leggja hönd á plóg sem bæjarstjóri til þess að reyna? Ég er náttúrulega eins og ég sagði, ég hef byrjað á því bara strax og ég byrjaði 1. janúar að tala við fólk, hitta fólk, vera í samvinnu, finna leiðir, leita lausna og ég bara að nýta það mjög mikið og þú spurðir á hvert þetta tæki ekki á, ég kom að því að þetta veri krefjandi en þetta þó að þetta sé krefjandi þá það bara eðli starfsins, þetta mjög umfangsmikið starf og verkefnin eru mjög fjölbreytt og þetta allt frá því að vera að minnst í því raun og vera á skrifstofu og vera í einhvers konar vinnu þar. Þetta snýst svo mikið að vera í samskiptum og samstarfi og ég hef nýtt það sem bæjarstjóri í raun og vera nákvæmlega eins og ég gerði sem skólastjóri að vera að hitta fólk, koma fram, flytja ávörp, ræða við fólk og alltaf að tala okkur upp. Ég hafði það að leiðarljósi í Öldutúnsskóli að Öldutúnsskóli skildi skipa sér í fremstu röð meðal grunnskólalandsins. Það var spurður að því hvað þýðir það að vera í fremstu röð. Já. Í mínum huga snerist það fyrst og fremst það að fólki eða leiði vel og börnunum leiði vel, foreldrarnir var ánægðir með starfið. Hitt árangurinn var aukast sem frábært og við þurfum að halda því, þurfum að vinna vel að því að bæta námsárangur, við þurfum að bæta skipulag, við þurfum að hafa þetta allt saman í góðu lagi og svo að vegna þess að ef börnunum líður ekki vel eða okkur líður ekki vel í vinnunni þá verður það litla framfarir eða árangur og það þetta sem ég byrjar að tala að Hafnarfjörður eigi að skipa sér í fremstu röð með sveitarfélag. Hann það vissulega. Hvað þýðir það? Við þurfum bara, það þýðir það eins og hann í dag, það svo mikið að vera í Hafnarfjörði, það allt að gerast og ég legg mitt að mörgum að tala sveitarfélagið upp þannig að hann verði það sveitarfélag sem fólk í Hafnarfjörði, þar vil ég vera. Þetta geggjað. Það einhver myndi segja að þetta nú bara innistæðulaust eða þú ert ekki með einhverja svona, hvað maður að segja, einhverja vegvísa, einhver milestone sem einhver markmið, en ég held að þetta eitt og sér að setja bara hafa þetta út í kosmosunum að vera besti hvort sem það í atvinnurekstri eða þá að reka sveitafélag að ef við setjum bara speila á þetta, ef þú myndir tala að Hafnarfjörður ætla að vera lagasta sveitafélag, þá myndi það sennilega á endanum gerast. Já, orðræðan þarf að vera svona. Já. Fólk þarf að stolta því sem það gerir. Hún setur tónin og fær fólk kannski með á vagnin líka í það að stefna í þá átt. Nákvæmlega, alveg sama hvort að það aðhald og vinna með fjármál, uppbygging í skipulagsmálum, velíðan starfsfólks, við þurfum bara markvist. Ef það hefur könnun og gerð könnun meðal starfsfólki Hafnarfjarðarbæ með ákveðna þætti. Það var einhver niðurstaða sem kom ekki vel út og þá var það strax gert eins og ég sagði þá, herðu, við tökum þessa þætti, spyrjum aftur það og við vinnum með það. Ég fann leið og þetta var gert. Starfsfólk hafði samband að segja, herðu, þetta áhugavert, þetta ánægilegt að sjá. Að maður var að viðurkenna eitthvað sem miður fór, láta vita af því, að því við þurfum að vinna með það. Já. Það ekkert hægt að sópa því bara undir borðið. Við þurfum líka að segja frá hlutunum, ég líka alveg ófeiminu það að fólk hefur samband við mig og segir eitthvað sem miður fór og ég segi það bara þegar bara því miður og ég bara það mjög leitt. Ég fer ekki í vörðun og segi, herðu, jú, víst, við gerum þetta svona. Nei, herðu, þetta bara gekk ekki, við verðum að laga þetta. Og ég finn, fólk kann miklu betur að meta svona samskipti og það notaði ég sem skólastjóri og hef tekið það með mér í þetta starf. Og virka vel í sem bæjarstjóri líka? Já, virka mjög vel og þetta svo þú segir, auðvitað þarf maður að hafa þegar maður segir eitthvað markmið, þá þarf að vera eitthvað vörður á leiðinni til að ná, en það sem ég með að leiðarljósi í þessu einmitt þetta sem þú sagðir réttilega, að fólk upplifi og finni að það í sveitafélagi þar sem talað allt starfið upp. Það líka talað hlutinni sem þarf að bæta og við vinnum með þá. En við erum sem aðra að stefna þá vegferð að við ætlum að vera hér þetta öfluga og frábæra sveitafélagi sem við erum og við ætlum að vera enn betri. Ertu með ambisjónir að verða bæjarstjóri bara ókomna tíð þá ætlum að ferða á pensjón eða hvar slær hjartað? Hjartað slær nákvæmlega núna að vinna fyrir Hafnfirðingum með Hafnfirðingum og það einfaldlega þannig, ég hef tekið þá ákvörðun að ég ætla að setja í raun og veru eða við í þeim hóp sem ég í og ég sem bæjarstjóri
ætla að leggja bara mín störf og þá mína persónu líka í kjörklefan, hvert að fólk vilji treysta því að ég verði, að treysta mér til áframhaldandi verka. Ég og segi það alls þar, þegar fólk kemur að tala við mig, ég að vinna fyrir þig, óháð því hvar þú ert í flokki, ég að vinna fyrir þig, ég þinn bæjarstjóri og þú þarft að geta að koma og tala við mig og þín mál, ef þú getur ekki tala við þann sem þinn bæjarstjóri, við hvernig áttu þá að tala, þannig að þú átt að geta haft aðgengi og ég finna fólk hana meta það, en svo veit maður að fólk eru þetta margir flokksbundnir og kjósættu flokkum og allt á, ég byrja mikla virðingu fyrir því, mikla virðingu, en síðan það bara hvert að ég hafi náð og við í mínum hópi að sannfæra fólk að ég verði fínn í því að halda áfram þetta verkefni, ef ekki að þá koma bara önnur verkefni og þá bara tekst ég á við þau þegar það kemur og ég hef þannig í gegnum mín feril allt frá því að vera hoppandi á milli skipa á sjónum og yfir það að verða allt í ennum skólastjóri og yfir það að verða allt í ennum skólastjóri í mjög stórum skóla í Hafnarfirði og svo bæjarstjóri þá bara á ég ekki vona öðru en að ef að þetta er bara stuttverkefni að ég finn eitthvað annað, en ég segi líka af allar að já, þú ert þannig bæjarstjóri og allar hvað, verið 18 mánuði, já, til að byrja með við byrjum á 18 Akkurat. Og svo ætlum við að sjálfsögðu að vonandi að fá umboð til þess að halda áfram. Já, ég trúi því að þú vilji fá lengri tíma, það 18 mánuður eru stuttur tími í pólitísku samhengi. Ég ætlaði að sjálfsögðu í sjókastinu að ræða miklu meira við sjómennsku ferilina sem að ég veit að var farsæll og góður og þú varst með bróður minnum á sjó og þannig að hann berði vel söguna, hann sagði mér að sjálfsögðu frá þessu leyndamáliðinu með blóðið. Hann sagði mig líka frá og væri með næstuði afbrigðilegt blæti fyrir Raka Bjarna. Þú væri bara svona eins og unglingsstúlka sem með Justin Bieber plaggut á veggnum. Að er þetta rétt? Þetta er rétt og þetta er mjög skemmtilegt sko vegna þess að ég er einn af þeim sko, við tökum eins og Guðni Ágússon í Framsókn. Þegar þú sér Guðni Ágússon og hugsa Framsókn. Fólk sem þekki mig þegar sér mig þá hugsa Raka Bjarna. það er rosa sterkt vegna þess að þetta byrjaði þegar ég var lítill. Okay. Og það tengist þetta sjónum vegna þess að þegar ég er 8-9 ára gamall þá biður afi mig það sem skipstjóri á Heiðrúnu að taka upp á kassettu lög fyrir sig sem hann hafði í bílnum og út á sjó og þá voru þættir eins og Frívæktinni og Hvíti mávar og svona þannig að ég satt samviskusamlega við kassettutæki mitt og ítt á upptöku þegar þessi lög komu Haukur Mortens, Elli og Alfred Klausen og Raki Bjarna og allir þessir Björgvin Halldórsson og fleiri og íta upptöku og safna í spóluna og ég svona fer að hlusta betur og betur og það er alltaf einn þessi er flottur og það var ekki Bjarna og þetta gekk svo langt sko að ég bara allstað með vini mínu það var nýtuð sko Sálin og Nirvana og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman þá var ég með Raka Bjarna en af því að það var ekki til hann var sko á þessum árum þegar að segja svona 87, 8, 9 þegar ég að byrja þá er hann ekki, Raggi þá svolítið komin í pásu, sumargleðin búinn og hann bara með bílasöluna sína hann ekki til geisladiskar eða plötur, hann til með lög á safndiskum og svona og ég leita og spyr marga gamla bolvíkinga og þeir eru plötur sem ég fæ lána allar hlusta og svona og svo endanum þá ákvað ég að senda honum bara bréf ég var 12-13 ára senda honum bréf og skrifa bara bréfið að ég sé, þetta Valdimar í Bolungarvík og heil langt bref og ég bið hann bara hvað ég geti eða fundið plötu og ég sendi honum þetta bref í gömlum brefposti og ekki nóg með það heldur setti ég mynd af sjálfur mér með brefinu sko. Þannig ég veit ekki eða hvað Raki Bjarnar hugsaði þegar hann opnaði brefi frá okkur barn út á landi sem var að senda honum post en kallinn svaraði hann svaraði og hann sendi mér bref og það er nú reyndar innrammað upp á skrifstofu og brefið er til innrammað og hann sendi mér plötu og mynd af sumargleðinni og svo var árituð ævisagan hans sem kom reyndar út á vitlausum tíma hún kom út sko áður en að svo fór hann aftur og fullt hann var 70 og málið er að ég eldan á tónleika þessi ég gati, ég var lítill, hann var lítið það ég frétta á hann, ég var í Bolungarvík að það var ball á Ísafirði á sjómandaginn og Bjarni Ara og Elli Vilhjáms og Raggi að spila grúsinni og ég redda mér í Ísafjörð og þá var ég búin að senda hún brefið og myndina og ég fyrir bara banka, ég var að leita bara hótel á 2-3, það var einhver hótel í Ísafjörð en ég byrjaði bara hótel í Ísafjörð, það var svona nærtakast fyrir í lobbið, er ekki Bjarna eða?
Já, og þá var þetta bara ekkit persónuvernd. Já, hann upp á herbyggi eitthvað. Já. Og ég fyrir að banka. Og banka, þá Bjarni Ara. Er ekki Bjarni hérna? Já, hver er þú? Valdimar. Svo fer hann nær í hann. Ég man svo vel, hann kemur labbandi í gangi og ég verð svona starströk, ég kem ekki upp orði og hann man eftir mér út á myndinni, er þetta Valdimar minn? Og knúsa mig bak og fyrir og síðan náttúrulega lágu leiður okkur mikið saman, ég var eldri, ég fór á alla tónleika og þegar ég satt yfirlt fremst og í tónleikam í Kirkjum og Eyrarbakk Akranesi og hann kunni ekki texta, hann réttaði mér bara mikrofónu og svona. Já. Og svo kom hann í fyrrabrúkupið mitt, þar að segja systkini mín keypta, eða fengan til að koma, hann og Þorgeir Ástvaldsson, það var svona óvænt, frábært, söng og mikil gleði og það var á 2006. Síðan gifti ég mig aftur í seinna skiptið og nú er þetta kona mína, nú er konuna mína, ég ætla ekki að geta þetta árið 2017 og þá svona, nú vantarlega kemur ekki ekkert og svona, en þá voru vinir okkar búin að panta hann, þá kemur hann og syngur og slæri gegn og svo fer ég náttúrulega knúsan eða fara og þá segja hann, Valdimar, þetta var geggjað en í guðanabænum ekki láta mig að koma til þessinn og svo ég líka þegar ég var í kynna skonu minni, þetta er svo ykt, ég var í kynna skonu minni fyrst, þessari sem ég með Sigurborgu Gerdal, bauði ég nú ísrund og við förum á ísrund, gamaldags ísrund og ég fer með hann upp í Breiðholt, legg bílnum þar og við borðum ísin og kona mín eftir svona, okkur erum við hér, okkur sittum við hér, borðum ís og bendi ég svona húsi, Raggi Bjarna heima þarna og hún skilur ekki að þetta í dag ákveður hún hafi ekki bara látið mig fara ég var svona eins og ég var að elda Ragga Bjarna bara heim til hans en við örðum bara, hann voru málkunnugir þú veist, ég bara myrðingin fyrir, þetta er svona maður, hann hefur svipaði sko karakter eins og ég, þetta er bara léttleikandi, þetta er bara við gerum ekki vesen, þetta er bara gaman, þannig að það var mjög sterkt og ég fór á alla tónleika og alla stóru tónleikana og bara mikill söngvari og mannvinur. Þetta er mjög fallegt. Sástu í honum eitthvað sem langaði til þess að verða hann þegar þú varst úlingur krakki eða langaði til þess að vera bara Raggi Bjarna? Já, þegar ég verið það, hann var það mikið fyrirmynd að ég fór að, ástæða fyrir ég greittur eins og ég greittur í dag, að þegar hann var ungur þá greittur hann sig alltaf svona til hliðar. Þannig ég er ennþá með greiðsluna sem ég bara eftir Ragga Bjarna. Nei, mér langaði ekki beint að vera, mér fannst það bara, það var alltaf, hann tók alltaf herbyggið þegar hann kom, þegar hann mætir í viðtöl, þegar hann mætir til Hemmagunni, þegar hann var að mæta í sjónvarpsviðtöl á þessum árum, þegar hann mætir í brúðkaup, þegar hann mætir þá einhvern veginn þá er hann mættur. Þá er hann mættur, hann bara breytir einhverju eða breytir stemningunni. Dýnamíkin í salum verður einhvern veginn bara einhvern veginn verða allir bara svo kátir þegar hann er mættur. Ég tengi aðeins við þetta sko, en meira út frá tónlistinni sko. Ég á mér svona sakbitna sælu, skammast mín náttúrulega ekkert fyrir það að vera svona fanboy Svavars Knúts og það er fyrst og fremst tónlistina svo ég bara, þú veist, ég verði eiginlega bara svona óþreyjufullur og pirraður eða liðið hálft ár, jafnvel 1 ár og verði eiginlega bara svona reiður út í Svavar, hann er ekki búin að gefa út nýtt lag. Já, ég skil. Vantar eitthvað þannig. En það er kannski, við erum ekki miklu skoðana bara, ég þekki hann ágætlega og fínir vinir, og þykir mjög vænt hann, en ekki eitthvað skoðanabræðinur í einu og öllu, heldur bara elska tónlistinans, röddina og gítarleikin. En það var svolítið skemmtilegt að það hefði með sjókastinu að Raggi hefði, ef að þetta var Axlarstöðuris og þetta hefði ekki verið tengt sjónum, þar að segja Afi var að fara út að sjó og var skipstjóri, ef þetta hefði ekki verið þannig, það var þetta aldrei sannlega gerst sko, að því ég fór að hlusta það bara á þetta. Þetta er fallegt, ég varð að spyrja þið út í þessa skemmtunum hliðar og nota þessi 2 leynispil upp í erminni að vitum blóðið og Ragga. Þakka kærlega fyrir að koma í sjókastið og segja mér bæði frá þér, þinni sjómennsku og leyfa mér að spyrja það svona spjörunum út í tengslu við menntamála. Því að þetta er náttúrulega mér sem foreldri hugleikið og virðist vera svolítið svona, okkur er ekki í samfélaginu sama það hvernig við komum börnunum okkar til manna og kvenna. Já, við þurfum, það er bara lykilega trí því að það er þessi samstæða samfélagsins og við þurfum svolítið að það verður með þjóðarátak og vinna saman að því að vinna með grunnskólanum en ekki á mótunum.
Við treystum á þig. Já, takk fyrir. Takk fyrir.